Jæja Óskar, þetta var nú erfiður leikur á móti frábæru liði. Hver er svo þín upplifun eftir leik? Já, ég er bara sammála, ég spilaði mjög gott lið og bara við náttúrulega byrjum leikinn herfilega. Við bara byrjum ekki leikinn fyrir eftir kannski 10-15 mínútur sem að við gefum forskot, 1-0 forskot. Það er dýrt á móti jafn góð Þróttar eða liðið sem Þrótti að gefa þeim eitthvað forskot á leikinn. Við gerðum það en fyrir hálfleikur var ekki alveg nógu góður okkar hálfu en mér fannst stelpurnar sjálfur mjög góðar. Mér fannst viðbrögðin við því sem við tölum í hálfleik mjög góð og ég er mjög ánægður með viðbrögð leikmanna í hálfleik erfið staða og líka kemur þriðja markið þá svona verður oftast fara lið og svona þriðja markið getur verið síðasta naglinn í kistunni á liðum en mér fannst mínast okkur eflast í það á markási og skora og við fengum færi eftir það og færi og þannig að ég var mjög ánægður með viðbrögðin að lendi undir og lendi í mótlöndinu að í seinni hálfleik þá með aðeins meiri heppni þá hefði við getið komið sér 3-2 og það hefði verið áhugavert að sjá hvernig það hefði þróast. Einmitt. Tókum við eftir í fyrra hálfleik, snýrist rosa mikið að senda, hvað maður að segja, hálfvonlausa bolta á Múriel og sem var 3 og tvítekuð og langa sendingar og hún er góð. Já. En hún getur ekki verið einan að berjast við Jelenu og Kóu og ættast þess að hún skapi allt einn. Já, ég er alveg sammálaður og það er bara, ég tek það algjörlega á mig. Leikplanið í fyrra hálfleik var ekki gott og það er bara algjörlega á mér að uppsetningarleiknum er ekki nógu góð. Þannig að ég tek ábyrgðina á slökum fyrra hálfleik í dag. Einmitt. Svona fyrir leikinn, þá náttúrulega voru þið og FH heitustu liðin í deildinni, 3 sigrar í röð og hjá ykkur 4 á síðustu 5. Og Þróttu svona 2 tapleikir í röð, þar að vendar 1 í bikar og eru svona búin að gera ykkur von kannski jafnari leik. Já, mér fannst að leikurinn alveg jafn þannig í allavega seinni hálfleik. Fyrir hálfleik voru Þróttaraliðið töluvert sterkari við en já, ég meina það voru leikmenn Þróttar þakku fyrir leikinn og viðurkenndum það að þetta hefði verið töluvert erfiðari sigur heldur en fyrir fyrsta leik. Þannig að mér fannst leikurinn 3-1 svona, jú, gefur alveg rétt að mynda leiknum en mér fannst þau alveg gefa leik á betri degi, betri fyrir hálfleik að þá hefði úrslit kannski getað orðið öðruvísi en þú veist, við erum líka bara að bera virðingu fyrir því að við erum að spila við Þróttarlið sem er á toppnum Ásland Breiðablik og FH og við vissum það er erfiðleikur þannig að það fengi mikið svigrúm og pláss til að gera góð hluti í dag og við náðum ekki að stoppa þeirra helstu ógnir þannig að það var bara niðurstaðan. Það er bara áfram gagg skilur, þú veist, jú, við gerum okkur vonir fyrir því að ná í eitthvað út úr þessu leik í dag en það gekk ekki og þá er bara vera full og pyrraður í kvöld og svo bara aftur á stað morgun, hugsa ef við erum það frí en svo fara að pæla í FH sem er eftir 5 vikur eða eitthvað. Mitt, og ég meina fyrir mót þá hefur þið vantilega tekið stöðuna eins og núna, erum í 5. sæti. Já, 100%, ég meina það við erum á markmiðunum okkar, við erum með 5 sigra og 5 töp, 15 stig og já, algjörlega, ég hef alveg tekið þessu stöðu sem er í dag en ég hef líka bara, þessi staða kemur mér persónulega ekki neitt óvart með við gæðin sem við höfum í okkar liði og í dag vantar Silvíu, það vantar Höllu Helga, það vantar Öldu, við erum líka með góða leikmenn fjárhverjandi í dag, þannig að fyrir tímabili á klárlega að við alveg tekið því að við erum 15 stig eftir áður en að breyki kæmi en það er bara svo mikið eftir, þannig að við mögum ekki fara að telja og lengja því hvar við stöndum í dag, við þurfum bara að taka næsta leik, en fyrst fara í frí, svo taka næsta leik og reyna að pæla í hvernig við getum unnið gott FH-lið. Einmitt. Nú gerir smá rannsóknarvinnu fyrir leik, komst að því að út með 6 stelpur í byrjunliðinu sem eru fæddar í Bandaríkjunum. Já. Vissirðu það? Já, ég vissi það. Reyndar eru 5 bara fæddar í Bandaríkjunum, Dómi fædd í Kanada, við segjum bara 5. Ok, það stóð New York samkvæmt Wikipedia, það kannski ekki rétt. Já, ég held að hún hefði fæðst í Kanada og ólst þar upp fyrstu 2 ára sín. Ef ég mann rétt, það getur vel verið rétt hjá þér, þín rannsóknarvinna er örugglega betri en mín. En ég vissi það að ég væri með 6 Bandaríkjamenn í liðinu og allar sem einn frábærar innan sem auðvitað allar þannig að hvað skiptir í mig engum máli hvort þú sért Íslendingur, Bandaríkjamaður, Litái eða Letti hvað þá kemur að góði fótbolta og fittar inn í það sem við erum að gera hérna í fram þá tökum við opnum örmum mótið þér þannig að 6 Bandaríkjamenn í liðinu í dag sem ég er ábærslega stoltur að hafa í mínu lið. Mitt. Herðu, bara glæsilegt, bara takk kærlega fyrir viðtalið og gangi vel þessum að eftir lífi tímabils. Já, sem við leysum, takk.